Ef einhverjar eru. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, ætlar að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég geri hér grein fyrir bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna annars liðar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja að skoðaðar verði mismunandi útfærslur á gatnamótum Reykjanesbrautar Bústaðavegar. Ljóst að miðað við núverandi stöðu málsins líklegast að mislæg lausn nái helst þeim markmiðum að auka umferðaröryggi, draga úr mengun og greiða fyrir umferð á gatnamótunum. Þá þarf að taka tillit til náttúru Elliðaárdalsins við hönnun þess og leita lausna sem falla vel að umhverfinu. Í þessari vinnu er einnig mikilvægt að skoða tiltaka kosti í því skyni að auka umferðaröryggi á Bústaðavegi. Svo hér bókun varðandi, undir 7. lið, 29. lið þar, og hún er svohljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að nýta í sífreitin Keiluganda 1 í þágu íþrótta- og útivistarstarfsemi í Vesturbænum og greiða því atkvæði gegn því að lóðinni verði úthlutað undir fjölbýlishús. Viðurkennt að mikill og vaxandi skortur á rými fyrir íþróttastarfsemi í Vesturbænum og mikilvægt að bæta úr því. Enn skal minnt á að útlit fyrir mikla þéttingu byggðar í Vesturbænum á næstu árum sem gæti haft í för með sér að íbúum hverfisins fjölgi að minnsta kosti 5.500 manns eða 33%. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna sýnir af sér mikið fyrirhyggjuleysi í skipulagsmálum með því að leggja annars vegar mikla áherslu á þéttingu byggðar í Vesturbænum en neitar hins vegar að horfast í augu við þá staðreynd að slík fjölgun kallar á samsvarandi uppbyggingu innviða, ekki síst í þágu íþrótta- og skólastarfsemi. Með þeirri ákvörðun meirihlutans að ástæða svæðin undir þétta fjölbýlishúsa byggð er jafnframt komið í veg fyrir að hún nýtist í þágu íþrótta- og æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Marta. Þú já. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, má bjóða þér að koma upp og gera grein fyrir bókunum. Eða bókun undir 3. lið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ger hér grein fyrir bókun undir 3. lið viðræði ríki vegna Sundabrautar. Þetta er bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina. Upphaflega var nokkra valkosta að ræða fyrir staðsetningu Sundabrautar en þeim hefur því miður farið fækkandi á síðustu árum og nú síðast hefur einn þessara kosta verið sleginn út af borðinu með samningi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Gelgjutanga. Þá gerir aðalskipulagið 2010–2030 ekki ráð fyrir nema einni leið frá Kleppsvík yfir í Gufunes. Það er mikilvægt að sem flestir kostir komi til skoðunar þegar lega Sundabrautarinnar er skoðuð. Brýnt er að borgaryfirvöld tryggi það að fleiri kostir verði ekki útilokaðir í náinni framtíð og þess vegna verður borgarstjórn að setja málið á dagskrá strax. Mikilvægt er að tillagan dagi ekki upp í borgarkerfinu eins og sambærileg tillaga gerði sem við Sjálfstæðismenn lögðum fram í borgarstjórn 2013. Hugmyndum Sundabraut var síðast slegið af frest með samgöngusamningi Reykjavíkurborgar og ríkisins árið 2012 heilan áratug. Nú á síðustu missurum hefur farið fram, aðeins að gera smá hlé, það hefur vantar hérna inn á bókunna. Já, ég held það áfram hér. Nú á síðustu misserum hefur farið fram mikil skipulagsvinna í Elliðavogi og í Gufunesi og því er mikilvægt og löngu tímabært að ákveða endanlega legu og útfærslu brautarinnar svo aðrar skipulagsákvarðanir útiloki ekki hugsanlega besta kost í þeim efnum. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum Sundabraut. Þá er ekki fleira eftir. Má bjóða þér að koma upp? Þessi fundur bara búin að vera síðan klukkan 2 sko.
eitthvað að slíta okkur. Þú mátt koma hingað upp og láta það gerast hér. Já, það net alls staðar. Það þetta að klára breytina. Ég skráði mig inn í verkefni, ég á dótturinn. En ég get ekki kæftast ég get ekki labba á þitt, sko leiðin og að við. Gott og vel, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gerir grein fyrir bókunni Framsóknar og flugvallavinna. Það er út af Keilugrándunum. Mikilvægt er að fjölga íbúum eigu félaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða, en jafnframt er mikilvægt að tryggja aðstæður í hverfum fyrir íþróttastarf. Framsókn og flugvallavinna er bókuð haustið 2015 og mikilvægt væri að KR kæmi á móti svokallar lýðheilsubrautar í gegnum reitin, í gegnum lóðina. Eins og félagið hafði óskað eftir. Framsókn og flugvallavinna óskuðu líka eftir að lóðin yrði verðmetin af óháðum fasteignasölum en því var hafnað. Þó svo búseti sé rekið án hagnaðarsjónarmiða þá er félagið eigu félagsmanna þess og þeir eru bæði innan og utan eigna og tekjumarka. Það sem ekki er gert skilyrði í úthlutunarskilmálum að tiltekinn fjöldi íbúða á lóðinni sem nýtti fyrir þann hóp félagsmanna sitjum við hjá. Nú hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun Framsóknar og flugvallavinna. Ekki liggur fleira fyrir þessum fundi og slíti á honum klukkan 13 mínútur yfir 7.